Já, komið sælir áður góðir, velkomin í KA TV. Hér erum við komin í loftið. Leikurinn var að byrja hérna, leikur HK og Selfoss. Og gestirnir í Selfoss skoruðu fyrsta markið og hérna kemur svo algjör negla. Og fyrsta mark HK staðrend 1-1 hérna. Frábært mark hjá honum Hirti Inga Halldórsinni. En eins og segi, gaman að sjá þessi lið hérna mætt norður á opna norðlenska móti. Gleymum því ekki að Sigurliðið fer áfram í úrslitaleik og spilar þar móti KA. Liðið sem tapar hér í dag mætir hins vegar Þór. Við leiktum þriðja sætið. Það er áfram nóg framundan þessar handboltaveislu hérna. Koma Selfyssingar. Áhugaverð bolti hérna, ekki dæmt og Leo stýrir þessu bolta, hendur hann á félagsmann Andri dæmt skref á hann. Já, hann er ekki sammála þessu en gamli hotna Jaxlinn Sævar Árnason þekkir svo sem ansi vel hvernig á að bera sig í hraðalöpum og dæmi boltan á hann hérna missir Alvaro boltan út af smá hraði hérna hér í upphafi leiks og kannski svipað eins og í gær þegar KA og Þór mættust að svona kannski smá skortur á gæðum enda en þó nokkuð í að veturinn hefjist þessi handboltaveturinn og liðin komin skammt á vegi sínum undirbúning en sjáum hvað setur HK hérna fínni sótt, boltinn gengur í hornið en Alvaro nær að loka þetta á Andra, vel gert hjá honum. Voru komin í ágætis yfirtölu þarna með að halda boltanum gangandi. Kemur svo leysingar frá Leo úr horninu og kemur þá þetta fína skot upp úr því frá honum Hirti Inga og Hjörtur er að gera sitt annað mark hérna og þetta fínt færi úr horninu en frábær varsla hjá honum Róberti Erni. Róbert Örn í rammanum dag þráttur er að Jóhann Kukobat sé mættur í Kópavoginn. Hrikalega sterkt hjá HK að næla í Jóhann. Það þekkjum við Jóhann mjög vel hérna að norðan. Spilaði fyrst með sameiginlegu liði Akureyri handboltafélags. Fór síðan í KA eftir að Akureyri slitnaði upp úr því og fór svo yfir í Þór. Þannig að já, þekkjum hann halsi vel hérna fyrir norðan. En þetta er frábær varsla hjá Alexander Hrafnkelsson á línunni. Markmennir er að minna á sig hérna, svo kemur aftur frábær varsla hjá Róberti. Og þetta er aukakast, alvöru vörn, virkilega vel brotið hjá honum Tryggva. Og henn er staðan 2-1. HK í vil, sjáum að það er markaþörf hjá Selfyssingum. Og klálega brotið hérna á honum Júlíusi. Það var að reyna að losa boltan hérna. Selfyssingar auðvitað að undirbúa sig fyrir tímabili í grilldeildinni. Fjallu úr Ólafsdeildinni á síðustu leiktíð. En það er auðvitað virkilega gott starf unnið á Selfossi og nóg af ungum efnilegum strákum sem koma þar upp. Þannig ég hef engar áhyggjur að Selfyssingar byggja ekki upp annað gott lið á sínum strákum. En hér er staðan orðin 3-1 fyrir HK eftir þetta góða mark frá honum Júlíusi. Og HK að byrja vel hérna undir stjórn Halldórs Jóhann Sigfússonar. Tók við liðinu hérna fyrir tímabilið. Þessi mikla KA-góðsögn. Hérna missa Selfyssingar boltan. Dóri ætla að þekki Selfyssingar líka mjög vel. Hann þjálfaði Selfoss á sínum tíma. En Halldór Jóhann vann allt sem hægt var að vinna á sínum tíma með KA.
og tímabilið 2004 til 2005 þá var hann markakóngur efstu deildar sem leikmaður KA, fór svo út til Thusem Essen. En sjáum hérna hvað strákarnir hans gera. Frábær klipping og í kjölfarið galopnast hjarta varnarinnar fyrir hann Kára Tómas. Kári keyrir á opnununa og skorar þetta fjórða markið. Flott byrjun hjá HK, komir í 4-1. Sjö mínútur á klukkunni og Selfyssingar eru í smá brasi hérna. En gleymum því ekki að handbolti 60 mínútur og liðið náttúrulega á undirbúningstímabilinu. Aftur eru þeir að kasta boltanum rakleiðis út af Selfyssingar. Og HK getur aukið enn á forskoti hérna. Flott byrjun Kópavogsbúa. Hrikalega sterkt náttúrulega fyrir þá að fá þá Andra og Leo. Þeir voru báðir í afturheldingu á síðustu leiktíð. Leo er náttúrulega uppalinn í HK. Ég held ég fær hann ekki fleipur í segja Andris uppalinn í Fram, en þeir eru góðir félagar og búin að vera liðsfélagar undanfarin ár. En hérna koma Selfyssingar, en HK þeir eru snöggið tilbaka og gefa alltaf mikið sens á sér. Þetta skota svo framhjá frá honum Vilhelm Frey og HK keyra hérna upp og þetta er alvöru skot, þriðja markið hjá Hirti Inga. Kemur HK í 5-1. Áfram, skuldi með spjaldið hérna en hann sleppur, sýnist mér. Hann Hjörtur. 9 mínútur á klukkuna og við bíðum þetta fyrsta spjaldinu. Ekki svo sem að við séum mikið að bíða eftir því að fá að sjá spjald. En það kemur innlýsingin frá Patrek og opnast smá pláss á miðjunni og hann nýtir sér það mjög vel. Hann Tryggvi. Og það er að höggva hérna á marka þurðina og þetta er vel gert hjá gestunum en ekki nægilega opið færi fyrir Leo og hann bakkar út og þeir stilla aftur upp Kópavogsbúar. Já, þetta er áfram vel gert. Hjörtur leikur við kvördsir fingur hérna. Er að skora sitt 4. mark. Og hér er, já, hann kom gulspjaldið fyrsta. Það er, hann Styrmir Máni sem að fær þetta spjald. Ekki svo sem að það breytir voðalega miklu hérna en það er allavega staðreynd. Selfyssingar halda áfram sinni sókn hérna og finna línuna, spurn með brotið hérna en ekkert dæmt og Selfyssingar vinna svo boltann tilbaka, keyrir upp hérna en finna ekki opnununa og stilla þá aftur upp. Já. Smá pirringur á Selfossbættum hérna, Sildi verið dæmt þegar að finna línuna á hann.
Það er bara vonandi að línan sé bara skýr í dag hvað dómgæsluna varðar. En áfram fín vörn, Hjörtur heldur betur samt að vera sínu. Sig komið með 4 mörk af þessum 6 hér upphafi og líka lykilmaður í vörninni hérna í hjarta varnarinnar. Alvaro með skot, þetta er svo vel varið. Róbert með góða vörslun, aftur eru þeir að kasta boltanum frá sér. HK og Selfyssingar fá enn eitt tækifæri að stilla upp í sókn og minnka munin hérna niður í 6-3. Já, kemur Alvaro. Þetta er bara þetta er of fyrirsjáanlegt, þetta er of mikið einstaklingsframtak hjá Selfyssingunum. Boltinn gengur ekki nægilega hratt og gerir það auðveldara fyrir gestina. Þetta er svo vel gert hjá Alvaro en eins og ég segi, þetta er svolítið mikið einstaklingsframtak hingað til. En engan síður gott skot frá Alvaro sem að gerir sitt annað mark, minnkar til 6-3. Já, sýnist að Tryggvi er að gera sig kláran hjá Selfyssingum. Hann kom inn á. Þetta kemur gott skot af gólfinu. Júlíus með neglu þarna á gólfinu sem að steinleikur og í kjölfari finna þess á línuna Selfyssingar og þetta er vel gert. Já, aðeins að ná að keyra upp hraða núna bæði lið og það er bara gott. Kemur Leo hinum megin en frábær varsla í Alexander í markinu. Og Selfyssingar geta skyndilega minnkað inn í 2 mörk. Já. Aðeins að koma smá meira lífi í þetta núna. Aðeins meiri hraði og vonandi fáum við bara jafnan og spennandi leik hérna. Alvaro finnur línuna og þetta er vítakastja og 2 mínútna brottvísun, hárrétt. Rifið þetta tressilega í hann Valdimar á línunni og þetta er skoðabókardæmi 2 mínútur og hann Kári Tómas þarf þá að hvíla í 2 mínútur. Á punktinn fer Tryggvi Sigurberg hérna. Tryggvi vippar glæsilega. Virkilega vel gert hjá honum. Minnkar þetta í 7-5 og HK manni færri. Næstu 1:45. Henda sjálfsögðu aukamann í sóknina. Kemur hann Ingibert Snær inn hérna. Hann keyrir á þetta hérna en stöðvar af Alvaro. Ok, gefur sér smá tími í þetta. Reyna að éta aðeins upp af refsitímanum. Aftur sama upplegg hérna hjá þeim. Höndin uppi. Og þetta er frábær hreyfing. Algjörlega magnað. Já, Benedikt Þorsteinsinni prjóna sig í gegn eftir áhugaverða gaphreyfingu og laumar boltanum á nærstöngina. Og þá taka Selfyssingar leikhlé. Og aðeins að ráða hér ráðum sínum samt búið að vera upp á við síðustu mínútur hjá Selfoss, finnst mér. En að vísu mjög fínt að fara aðeins yfir leikplanið hérna og nýta sér það að þeir eru manni fleiri, aðeins að æfa yfirtöluna og skipuleggja hana.
Ja, leiklið að klárast, sjáum hverju það skilar. Carlos, þjálfari Selfyssinga, allavega, eins og segi, tekur leiklið hérna miðbygg fyrri hálfleiks og stefnir klárlega á að, eins og segi, að nýta yfirtöluna. Eru manni fleiri í 49 sekúndur viðbót og þetta er nákvæmlega sem hún vill gera. Nýta þessar stöður á undirbúrstímabilinu til þess að fínpúsa fyrir þegar það er komin í alvöru leiki. Smá bras hérna. Það var boltan ganga betur. Finna steinblununa. Hérna opnar fyrir leita 2 en dæmt aukast. Leo með fína vörn þarna, gefur ekki vítið. HK standa vörnina mjög vel, manni færri hérna. Og stela með þessa boltanum. Já, Hjörtur hirtir hérna bolta og skorar. Já, þetta er ekki það sem að Carlos lagði upp með þegar hann tók leiklið. Og nú er HK komið fullskipa lið. Já, þetta var ekki nægilega vel útfært hjá Selfyssingum. Í yfirtölu hérna í 50 sekúndur. Enduðu að missa boltan og fá mark í bakið. Já, fín vörn. Selfyssingar eru eins og segi, í smá basli með uppstillina sóknarleiksinn. Það gengir betur þegar að ná setjumbryggjunni. En hérna kemur fín rykking á línunni og þetta er vel klárað. Já, Valdimar með þetta mark. Minkar þetta aftur í 3 mörk. Þetta er betra en eins og ég segi, þurfa að fara að fá aðeins betra að flota bolta og átt að Steinbrunn að vinna meira með sér. Bara svona grunn handbolti. Boltinn inn á línuna gengur ekki, Selfyssingar vinna boltan, reyna við hraðalöpi og þetta, já, þetta virkaði, Sirkus eru allan völlin, Hannes Hörskuldsson grípur boltan í loftinu og skorar. Annan leikinn í röð og að fá Sirkusmark við allan völlin. Logi Gautason gerði þetta fyrir KH í gær og núna komið að Hannesi. Já, glæsilegt. Þetta er virkilega vel gert. Finna þarna stóra 8 milli 1-2. Nýta sér það, Kristoffer með þetta mark. Kemur þessu í 10-7. Já. Það væri áhugt að vita tíma með bolta Selfoss vs HK. HK eru töluvert sneggri að finna sína sénsa og ljúka sínum sóknum. En það er ekki þetta sem að gildir. Það er að skora mörk og það gerist hérna. Mjög vel klárað hjá Jasoni. Úr horninu slengjar út í stöngina og minkar til 10-8. Já, sjáum hérna fín árás en betri færsla á vörn Selfyssinga núna. Já, frábær vörn. Guðmundur með góða löglega stöðun hérna. Kemur leysingi frá Andra. Og skotað gólfinu. Þetta er tiltölulega þægilegt fyrir hann Alexander að verja í rammanum.
Inga sér vel gert hjá honum og Selfyssingar keyra upp. En slakur bolti niður í hornið og Andri Þór stelur honum. Já, Selfyssingar búin að eiga allt og marga tapaða bolta. Eru engu að síður ágætlega inn í þessu, stöðunni 10-8, 10 mínútur lifa af fyrri hálfleik. Þá tekur Halldór Jóhann Sigfússon, þjálfari HK leikhlé. Segi 10-8 hérna, 10 mínútur eftir á þessum fyrri hálfleik. En sjáum hérna markaðustu leikmenn. Hjörtur Ingi með 5 mörk fyrir HK. Alvaro sem markaðastur ásamt Valdimar og Tryggva með 2 mörk hjá Selfoss. En aðrir helstu markaskorar á HK eru þeir Júlíus Flósa með 2, svo eru Kári Benedikt Kristófur allir með 1 mark, þá er það upptalið hjá HK. Förum betur við tölfræðina í hálfleik. En þetta er farið að staðinn aftur hjá okkur. HK leggja af stað hérna í sinni fyrstu sót eftir leiklið. Ég sé áhugavert hvort það sé komið einhverjar áherslubreitingar frá Dóra eða hvort það sé bara að reyna að skerpa á sömu hlutum og það hafa verið að reyna að gera. Fínt talandi í vörninni og Selfyssingur núna ná þess var ekki í stöðuninni. Höndin uppi, skota gólfinu og það er varið af vörninni. Og boltinn fram hér og þetta er frábærlega klárað. Hannes Höskuldsson með magnaðan snúning hérna. HK er að gera mjög vel í að halda boltanum á floti. Selfyssingar er ekki að ná löglegu stöðuninni en Selfyssingar klárir að refsa þegar þeir fá tækifæri á því og er að koma sér aftur inn í þetta. Boltinn á línuna gengur ekki. Jájá, þetta er hárrétt. Búið að brjóta þarna á honum Júlíusi. Já, áfram. Fín vörn núna leið og ég sagði ég var ekki að ná löglegu stöðunum þá hrannast þar inn. Þetta er virkilega vel spilað. Galot á hopnið fyrir Andri setur hann á hausinn á Alexander. Þetta var sem betur verið ekki fast þannig að þetta bara var bolti áfram gakk og í kjölfarið svo brotið á honum Jónasi, nei fyrirgefið honum Hákoni. Minni Hákon, út á 4. Jæja, frá með þetta. Finna hérna línuna og þetta er vel klára. Þetta voru virkilega þolinmóðir Selfyssingar. Og Valdimar skorar á endanum 10. markið, jafnari 10-10. Allt annað að sjá til Selfyssingar núna. Komin alveg bara til vörninni, þeir eru að ná stöðunum.
og sama tíma agaðir í sókninni er búin að ná að fækka svolítið þessum töpuðu boltum sem voru að plaga það í byrjun og þetta sjá hvernig náði frumkvæðinu hér en þetta stilaði boltanum en þetta er hins vegar afskaplega slæm ákvörðun staðan að taka bara eina sendingu í viðbót styttri. Þeir voru í yfirtölu í hraðaleipinu og reyna þessa sendingu fram í hægra hornið sem að Andri Þór stelur og Háka fær aftur tækifæri á að endurheimta forystuna. Hotið fyrir Leo í úrvalsfæri og laumar á nærstöngina. Það var aldrei spurning þarna að Leo myndi nýta sér þetta. Virkilega góður slúttari. Og hérna missa Selfyssingar boltan. Og allt galopið en vippar í slána. Og áfram keyra upp hraðan hérna. Og þetta er fín vörn. Virkilega fín vörn hjá Benedikt. Já, svona smá sveiflur í þessu fram og tilbaka. Fimm mínútur rétt tæpar eftir á þessum fyrri hálfleik og sem segi Háka byrjuðu töluvert betur. Komast í 6-2, síðan hafa Selfyssingar verið að koma sér betur inn í þetta en núna eru aftur aðeins að gefa eftir. Það eiga hérna 2 tapaða bolta á skömmum tíma. Akkúrat þegar ég var nýbúinn að sleppa orðinu að þeir væri búin að finna meiri aga í sínum leik og einmitt fækka mistökunum. Svona er þetta stundum. Já. Það getur Johannesi þarna. Finnulínuna gengur ekki en það er fót hans Sævar þarna. Já. Minna á að það er fótur eða fyrir neðan hné. Ef það er fyrir ofan hér þá er það ekki fótur. Og hérna fín rykking á línunni og frábærlega klárað Sigurður. Losar sig þarna og skorar 12. mark HK. Bæðilið það gestalið hér. Brunu norður í dag bæði þessi lið og eiga svo þessi leik á morgun. Sigurliðið mætir KA í úrslitaleik mótsins klukkan 2:30 hér í KA-mylunu á morgun, laugardag. Og liðið sem tapar mætir Þór í leikum bronsið klukkan 12. Frítt inn, þannig að þeir sem eru fyrir norðan endilega kíkið á þessa leiki hérna á 8. norðlenska. Og þetta er aukast ekki komið valda bolta þarna. Komið smá hiti í þetta, það er flott. Þótt þessi æfingarleiki þá viljum við að það sé alvöru baráttu. Þetta er handbolti, þetta er frábærlega klárað. Frábærlega klárað hjá honum Jónasi. Og minnkar þetta í 12-11. Tvær mínútur til hálfleiks. Kemur þetta leysingi frá Leo Snæ.
Hjörtur með skotið að gólfinu og hann aftur að minna á sig. Hjörtur byrjaði leikinn svakalega, skoraði ykkur 5 af skoraði 5 strax í byrjun. Ég hérna komið svo með 7. markið. Hraða miðjan, misteksti á Selfyssingum og það kvitnar upp smá pirringur innan liðsins en þetta svo sem auðvitað alltaf hætta við að taka miðjuna hratt. Þetta frábær hreyfing hjá honum Hákoni Garra. Kemur sér í gegn og skorar. Línuna enn hann að koma sér í færin en aftur nær hann að vippa í slána og þetta var hræðilegur árekstur. Lent skullu þarna haus í haus og þetta ég ætla bara að færa myndarinn aðeins frá hérna. Já, hérna. Vonandi var þetta bara smá högg og búið en þetta leit ekki vel út. Liggja hér áfram Hannes Höskuldsson og sé ekki alveg hver að þess að liggur HK megin. Hér allavega Hannes kominn á fætur, sjáum hann hérna. Eðlilega smá vangaður eftir þetta og röltir hér út af. En já, hann líka staðinn á fætur. Hann Benedikt Þorsteinsson úr HK heldur hérna nefið á sér, spurningu hann hafi fengið graflóna sér eða eitthvað, ætla hins þeir skullu hérna bara andlit í andlit til Benedikt og Hannes. Báðir komnir hérna út af í kjölfarið þessu. Vonandi þetta ekki alvarlegt en þetta hefur verið heldur betur vont. Áfram hálf mínúta eftir að fyrri hálfleik. Selfoss heldur væntanlega boltanum þó að HK sé eitthvað að mótmæla því að ekki komið valda bolta en þess vegna erfitt að segja annað en að Selfyssingar eigi nú að halda boltanum hérna. Þeir voru allavega meðan þegar þeir skella saman hérna. Jæja, þá vonandi börjum við að geta hafið leika nýju eins og bæði Benedikt og Hannes utan vallar og
kæmur sem ekkert óvart að þeir myndu sem ekkert taka meira þátt í þessum leik. Algjör óþarf að taka einhverja óþarfa sénsa í æfingarleik eftir svona frekar þungt höfuðhögg. En hér heldur leikurinn áfram. Selfyssingar líklegast í sinni síðustu sókn hér í fyrri hálfleik. Freista þess að jafna metin. Kemur leysingin frábærlega gert. Þarna gleymdi Leo sér og frábærlega refsa þarna hjá honum Patrik. Hann leysir á móti bolta þarna og jafnar metin í 13-13, 10 sekúndur eftir. HK með tækifæri á að koma svo aftur í forystu fyrir hlé. Hjörtur. Og svo kemur boltinn af gólfinu hérna. Fín vörn og Hálesturur eru 13-13. Þessi leikur heldur betur að jafnast eftir góða byrjun HK. Þá eru Selfyssingar svona jafnt og þétt múið að koma sér inn í þetta og þetta stefnir bara í flottan seinni hálfleik hérna hjá okkur. Kíkjum hérna kannski östuðt á markaskorunina. Kemur hér. Sjáum hérna Hjörtur Ingi, markastjóri HK með 6 mörk. Júlíus með 2, svo eru Kári, Benedikt, Leo og Kristófur ásamt Sigurði Efferts. Allir með 1 mark og í markinu er Róbert Örn með 4 varin skot. Kíkjum þá næst á lið Selfoss. Það er markaðastur Valdimar Örn með 3 mörk, svo eru Hannes og Alvaro og Tryggvi allir með 2 mörk. Jason, Patrikur, Jónas og Hákon allir með 1 mark og í markinu er Alstir Hafkinsson búinn að verja 5 skot. Kíkjum östuðt á tölfræði liða. Eins og ég segi, staðan 13-13 hérna í hálfleik og við sjáum það að skotendingin er ögn betri hjá Selfyssingum, 76%, en það er svo sem ástæði fyrir því. Þeir eru líka með 9 tapaða bolta gegn 6, en annars þetta búið að vera frekar jafnt. Aðeins 1 brottvísun í fyrri hálfleik, það var á HK. Þeir svo sem lifðu það alveg ágætlega af og sjáum það að í HK hefur haft frumkvæðið í 24 mínútur og 49 sekúndur. Selfoss aðeins yfir 25 sekúndur sem var fyrsta markið í stöðunni 1-0, en HK leitt með mest 4 mörkum, stöðunni 6-2 og svo 9-5. Síðan hefur Selfoss náð að koma sér betur og betur inn í þetta. Leiðum tímalínunni aðeins að lifa svo, en annars tökum okkur smá pásu og komum svo ferskinn í síðari hálfleikinn.
Já, þá erum við að fara að vera klár hérna í síðari hálfleikinn í þessum leik HK og Selfoss undanúrslit opna norðlenska mótsins hér í KA-milinu. Í gær vann KA 5 marka sigur á nákvæmum sínum í Þór, þannig að KA leikur til úrslita í mótinu og bara spurning hvort þessara liða mun mæta KA í úrslitaleik á morgun hér í KA-milinu klukkan 2:30. Tablið mætir hins vegar Þór í bronsleiknum klukkan 12 en ég segi HK í Ólisteildinni en Selfyssingar undirbúa sig fyrir tímabil í grillinu eftir fall úr Ólisteildinni á síðustu leiktíð en eðlilega eru liðin að gera breytingar. Bæði liði skipta markmann og þá Jóvan nokkur Kugobat mættur í markið hjá HK. Hans 7. lið á Íslandi. 3 þeirra hér fyrir norðan, Akureyri, KA og Þór. Síðan líka með Víking og Aftureldingu. Þá hann gekk núna í raðir HK. Svo í markinu hjá Selfyssingum hann Jón Þórarinn Þorsteinsson. Þetta var að stað. HK kemur aftur að stað í sóknina hérna eins og leiddu lungana fyrir áleik en náðu ekki að halda út og staðan því jöfn 13-13. Hjörtur losa bolta hérna, fín færsla bolta og hvað ætlar að dæma? Hann dæmir endanum línu á Leo hérna, ok, hérna voru báðir leikmenn bara að bíða eftir hvað dómar myndi dæma. Jæja, áfram gakki sem maðurinn sagði, maður bara bregðast við aðstæðum. Jæja, kemur Alvaro en Hjörtur með frábæra vörn á mót honum. Áfram fín vörn hjá HK hérna, Jóhann Kugobat gefur svo boltanum í leik, koma í setjumyrkina og Hjörtur læra kofunum á Leo og þá róaður þetta og stillaði upp. Tvær mínútur á klukkunni hérna í seinni hálfleik og við bíðum enn eftir fyrsta markinu. Já, löng sókn á HK og svo kemur þetta upp úr nákvæmlega engu, frábært mark frá Júlíusi fyrir utan. Slengir honum upp í skeytin nær hérna og kemur HK í 14-13. Ég segi Selfoss leiddi í stöðunni 1-0, síðan hefur HK haft frumkvæðið. Það heldur allavega áfram hérna í upphafi seinni hálfleiks. Hérna spila hérna meðan Tómas Sigurðsson ansi framalega hérna í ég segi að hálfpartinn 5-1 vörn eða eitthvað það sé eitthvað 3-1 afbrigði. Já, meira 3-1. Sér aggressífur hérna, hann Sigurður nær stöðuninni, höndi komin upp. Og aftur takaði boltan í hárunni. Selfyssingar í vandræðum með 3 sendingar eftir. Við þurfum að sækja á, þó eigi 3 sendingar. En hérna vinna HK boltan tilbaka. Komast inn í þessa línusendingu og Jóhann Kugobat kominn hansi framalega hérna. Ég reyndar fíla alltaf þegar markmenn eru óhræddir við að hjálpa við að bera boltan upp í hraðalöfum. Jóhann
Hins vegar örugglega með skýrskilabba fara ekki fram við miðju, hann allavega þorði ekki að fara framar en miðjulínan. En brosir svo bara þessu með Dóra. En sjáum hvað gestirnir gera. Áfram fín hreyfing, frábærlega gert. Júlíus með 2 mörk í röð hérna. Það að skapa smá glundroða hérna í Selfossvöllinni. Og áfram Hjörtur með virkilega góðan varnarleik. Markaðasti maður vallarins með 6 mörk en komið líka með ófáar löglega stöðanir. Selfyssingar í smá vandræðum með þessa framliggjandi vörn HK. Hér í upphafi síðar allavega. Þetta betra þegar bolti gengur vel, finna hornið og þetta vel klárað. Patrekur með gott slútt þarna, setur hann á mjöðmina á Jóvan Kukubat og minkar þetta í 15-14. Já, Carlos Santos, þjálfari Selfoss, aðeins að láta mann heyra það. Það er að brjóta á Hirti. Hjörtur búinn að vera í strangri gæslu eftir þessa góðu byrjun sína. Hann gerði 5 mörk á upphafsmínútunum, náði að bæta því 7. við undir lok fyrirhálfleiksins. Hann áfram í strangri gæslu hérna, en þetta geraði vel, opna fyrir Leo frábærlega klárað hjá honum. Kemur svo aftur í 2 mörk og hér svo búið að flauta fríkast. Alvaro ætlaði að finna línuna þarna en náðu ekki að losa boltan almennilega, enda brotið á honum. En já, þetta áfram svolítið sveiflukennt hjá liðunum, en það, eins og segi, komið stutt á veg í undirbúningnum. Og þetta vítakast, Alvaro með flotta jörðarfintu og loksins náði hann að koma sér framhjá Hirti. Á punktinn fer Tryggvi Sigurberg Traustason, hann skorar, finnur leiðina fram hjá Jóvan Kukubat og minkar þetta í 1 mark. Selfyssingar koma hann núna framalega út á móti Hirti hérna meðan Tryggva fremstan í flokki. Hjörtur inn á línuna, þetta er virkilega vel gert en frábær varsla hjá Jóni Þórarni í markinu. Virkilega vel varið hjá honum, dauðafæri á línunni og þetta er vantarlega víti hinum megin, já. Já, vel gert og á punktinn fer aftur hann Tryggvi, en þetta er virkilega vel varið hjá Jóvan. Hann náði að lesa skothöndinu þarna. Og hérna er svo víti hinum megin. Vilja meina þessu innan text þegar þeir brjóta þarna. Nú er ekki viss hvort að Carlos sé að rauna við dómarana eða varnarmenn sína. En hann skiptir ekki öllu máli. Hann skorar. Hann Kári Tómas á punktinum. Og HK vinnur svo boltan tilbaka. Fljótur að refsa og það gengur hins vegar ekki. Það er skynsamlega að bíða með þessa sendingu fram. Hann leið svo langur tími til að hann gat losa boltan, hann Hjörtur þarna. Alvaro var mættur tilbaka. Það er svo sem auðvitað að segja það hérna upp í stúku.
Ég sjálfur alltaf í hotninu sjálfur en ég hefði svo sem auðvitað alltaf viljað að myndi reyna þessa sendingu. En það annar mál. Þetta á línuna og hann fer ekki inn hérna í staðinn að finna bara fínt færi fyrir Alvaro en Jovan Kukovac sér við honum. Já, Jovan eiga fína innkomi hérna á stýris og hraðalöpinu og hérna virkilega góð hreyfing og við klárið að kára Tómasi. HK keimlíkt fyrirháleiknum að byrja betur og komin inn í 3 marka forystu. En þetta frábærlega klárað. Já, Tryggvi hérna ekki mesta jafnvægi sem við séð, nær að snúa boltan bara fram hjá Jovan í markinu. Og minnkar þetta í 18-16. Já, þetta erfitt færi hérna línunni, sammála því, það ekkert að þessu. Og Selfyssingar koma hérna í setjabyrgina og þessi endar í hotninu, erfitt færi og Jóhann ver þetta og þetta vantilega lína í kjölfarið. Og hvað nú? Já, hér liggur einn leikmanna HK eftir. En hann er komin aftur á fætur blessunarlega en kemur út af í kjölfarið. Já, búinn að eiga fína innkoman Kári. Vonandi er þetta ekki alveg þannig allavega stígur aðeins í fótinn. Ég misti alveg af því hvað átti sér stað þarna. En við höldum áfram. Fram spila Selfyssingar framalega í vörninni hérna. Áttin á línuna, þetta gengur endanum og já, hann skorar. Hann styrmir Máni. Og færast aðeins meiri hans að rýta núna, sjáum hvað gerist. Gestirnir ná að stela boltanum og fá ekki að taka strax. Þetta svo sem mér sýnist rétt. Allavega ánægður með Júlíus þarna, hann gefur bara þaumalinn og sýnir þessu skilning og þetta hafi ekki verið rétt framkvæmt á aukakastinu. Áfram með smjörið. Brot hérna á hirti. Já, kominn smá tími núna. Við fengum síðast mark í þetta. Hotni ætla að segja og þessi bolti einhvern veginn lekur í netið. Tómas finnur leiðina endanum fram hjá Jóni í markinu en það mátti ekki miklu muna. 20-16 og þetta er bara nákvæmlega eins og við vorum með í fyrri hálfleiknum. HK 4 mörkum yfir hér í upphafi síðari hálfleiks, rétt eins og í fyrri hálfleiknum. Spurning hvort að Selfyssingar nái aftur að koma sér inn í þetta. Alvaro tilbaka. Þetta missaði boltan. Þetta ekki alveg gangu upp núna hjá Selfyssingum og HK keyra á þetta.
Og þetta er bara mark, já. Hann nær að halda þessu gangandi. Hann Styrmir Sigurðsson og kemur þessu í 5 mörk, aldrei verið meiri munur. En eins og fínt fær á línunni sem að þeir ná að nýta. Gæti að Guðmundi Steindórsinni. Það er að finna smá pláss á línunni og kemur boltanum fram hjá Jóhanni Rammanum. Rétt rúmar 17 mínútur eftir af þessum leik og Selfyssingar þurfa að finna taktinn aftur. Þeir í basli sóknarlega, þeir í síðari hálfleik. Þetta er svo brotið á Júlíusi. Hann skiptir svo hérna við Hjört. Nú er Hjörtur komin í skyttuna. Það er kannski aðeins meira pláss núna. Kemur Hjörtur. Ekki tilbaka, komin í erfiða stöðu hérna en brotið á honum. Höndin uppi. Hjörtur vel gert hjá honum. Nær að búið til fínt pláss fyrir hann Júlíus en Júlíus hittir ekki markið. Þá taka Selfyssingar leikhlé mjög svipuðum tíma og í fyrralótnum. Rétt rúmar 14 mínútur búnar af síðari hálfleik. 21-17 staðan hérna fyrir HK. Selfyssingar eins og segi í smá vandræðum sóknarlega. Aðeins búin að gera 4 mörk hérna á bil korter í síðari hálfleik. Og Carlos Santos ætlar aðeins að fara yfir stöðuna með þeim og skerpa aðeins á væntanlega sóknarleitum aðlega því að vörnin hefur svona staðið að mestu leyti fínt hjá þeim. Bæði lið að spila. Ég myndi alltaf að túlka þetta sem 3-1 vörn. Eitt mjög framalega og svo eru bakverðirnir að mæta líka alveg frekar aggressíft líka. Jæja, þá höldum við áfram hérna, eins og segi, við ætlum að fara betur yfir tölfræðina í leikloknum. Minnir svo náttúrulega á að það eru 2 leikir á morgun, bronsleikurinn og úrslitaleikurinn. Bronsi klukkan 12, úrslitaleikurinn klukkan 2:30. Báðir leikir í beinni hér á KA-TV, þannig að ef við komumst ekki í KA-milið, endilega fylgist þið vel með hérna. Handboltinn að fara af stað og það er frábært. Sjáum hvað Selfyssingar gera hérna. Það er frekar styrt eitthvað. En svo kemur þetta fín hreyfing og gott skot hérna frá honum Jónasi. Já, þetta gerði hann algjörlega sjálfur. Getur verið ánægð með sig þarna. Já. Búið að flauta þarna brota þarna á Styrmi Sigurðssyni. Það er búið að vera mjög skýr lína í dag að menn fá smá séns á að reyna að losa boltan. Það er ekki alveg allir dómarar með sömu línu hvað það varðar. Ef þú reynir að losa boltan áfram þá farið ekki brotið. Það er oft svona skemmtileg sjarmi við handboltan að þú þarft oft að taka nokkra mínútur í að reyna að átta þig á hvaða lína er í gangi hverju sinni. En hér er höndin komin upp. Boltinn á línuna. Þetta er virkilega vel gert. Þetta er víti. Ekki nokkuð spurning og 2 mínútna brottvísun að auki. Algjör óþarfi að brjóta þarna á Sigurði á línunni.
hann var allan daginn komin í gegn og í staðan fyrir að leiða hann bara að taka skoti þá þetta víti og 2. Þetta beint í andlitið. Maggi, 2 mínútur. Ekki 2 mínútur. Já, hér svo rautt spjald á Leo sem var að koma inn og taka þetta víti, setur hann beint í andlitið á Jóni Þórarni. Spytur verið í lagi með Jón, en já, þá höldum við leika áfram hérna, bæði lið með mann af velli. Selfyssingar henda inn aukamann í sóknina, þannig að markið þeirra autt þessa mundir. Og þetta vel gert hjá þeim, finna fínt hornafæri, en Jóvan Kukobat gefur nær hornið og lokar svo listi vel á Jóvan. Virkilega klókur markmaður. Og maður ekki eiga það, hann líka mjög góður að loka sérstaklega dauðafærunum. Ákaflega færi að lesa skothöndina og skal lofa ykkur því að þetta verður alvöru styrking fyrir HK að hafa hann á klófestan fyrir tímabili. Hér svo brotið á Styrmi. Galopið frábær varsla, en frákastið hjá HK og þetta svo dæmt lína í kjölfarið. Þetta var einstaklega klaufalegt og í kjölfarið við boltinn í stöngina. Frákastið eins og hjá Selfyssingum, en HK voru 3 að berjast sama bolta og enda á að klúðra þess að fá dæmt á sér línu. Ég finnst að þetta er hárréttur dómur. Þetta var einfaldlega rosalega klaufaleg framkvæmd á þessu hjá HK. Það skildi ekki tala saman hérna 3 liðsfélagar, en það eins og það er. Hornið virkilega vel gert hjá Selfyssingum. Áttu þarna yfirtölu í einhverjar 5 sekúndur og þeir nýttu það frábærlega. Fyndu hornið á Patrekur skorar, minkar 21-19. 11,5 mínúta sem yfirleiks hérna og þetta aftur að jafnast út. Það enda svo sem eitt sem að getur alltaf gengið að vísu. Selfyssingar gefast aldrei upp. Þeir eru mjög vanið því að vera með mjólkursýrur í sínum líkama, þannig að þeir þreytast ekkert. Og þetta skot frá Hirti framhjá og Jóvan Kukobat nær þess. Hann nær svo að verja. Jóvan að spila hættulegan leik þarna, því ef hann hefði rekist í hann Jason þá væri það einfaldlega rautt spjald og víti. Markmaður árinni aldrei að koma út úr teignum. Öll ábyrgðin ef þeir reka saman á markmönnunum, en Jóvan slapp við áreksturinn og náðu svo stórkostlegri vörslu. Þetta er fín
Stimplun hjá gestunum á Kópavoginum. En enn og aftur eru Selfyssingar að missa boltan. Þeir eru komið með ansi marga tapaða bolta. En allavega HK tekur leikhlé. Tímyndir eftir að þessu aftur mjög svipaða tími þegar Dóri Fúsa tekur leikhlið fyrir HK eins og í fyrirháleik. 21-19 Selfoss með 3 mörk í röð, 7 mínúta marka þú ætlaði að segja hjá HK. Og Selfyssingar er aftur að hóta því að leika eftir sama leik og í fyrirháleik sem er jöfnuðu metin eftir að hafa verið mitt 4-5 mörkum undir. Já, þá erum við að vera klár hérna í síðustu 10 mínútur á þessum leik. Ég segi minna á það að þetta er alltaf undanúrslita leikur í opna norðlenska. Liðið sem að vinnur fær úrslitaleik gegn KA. Liðið sem tapar fær bronsleik gegn Þór. Eins og staðan núna stefnir í grilldeildarslag bronsið og svo ólisteildarslag gullið. En skulum ekki afskrifa Selfyssinga. Og hérna kemur góð varsla frá Jóni. Jóni er búinn að standa sig mjög vel í rammanum hérna og hér er svo gott mark. Er að minnka munin í 1 mark. Patrekur að skora 21-20. En fljótara kvitt að verið það. Styrmir Sigurðsson gerir það. Og hér koma Selfyssingar aftur, koma smá meiri hraði í þetta hérna á síðustu 10 mínútunum. En stilla endanum upp í sókn. Fín klipping hérna, opna hornið, virkilega vel spilað, en Jóvan nokkur Kókobat er að verja. Enn og aftur þá er hann Jóvan að taka opnu færin. Það er svolítið hans sérsvið. Virkilega skemmtilegur markmaður og líka bara virkilega flottur karakter hann Jóvan. Við söknum þess klálega hér í KA að halda ekki upp á serbnesk jól með honum. Hérna missa HK boltan út af og Selfyssingar fá aftur tækifæri að minnka þetta í 1. Ég er svolítið að keyra upp hraðan hérna og aftur hótar í að frábær hreyfing en enn er Jóvan Kúkobat að verja úr opnu færi. Glæsilegur Jóvan Kúkobat. Stóð sig vel með afturheldingu síðustu leiktíð. Kom mér allavega aðeins óvart að hann væri ekki áfram í Mosfellsbænum. Mosfellingar áttu góða leiktíð á síðasta vetri. Og hér ekkert dæmt, áfram bara. Aftur fá Selfyssingar möguleika á minnka þetta í 1. Góð hreyfing, enn er Jóvan Kúkobat að verja. Þetta með Sigurði Magni Sigurðsson, vítakast. Og þetta ætti að vera úrvalstækifæri fyrir Tryggva að minnka þetta í 22-21. Sjáum hvað hann gerir. Litt verið frá sér áðan. En finnur leiðina fram hjá Jóvan núna.
ætlaði að lauma honum yfir hausinn á Jóhann í víti 2 en skoraði núna úr 3. vítinu rétt eins og hann gerði úr því fyrsta, þannig að hann hefur yfir 100 gegn Jóhann á vítapunktinu núna. (22, 21) og 6,5 mínútur eftir af þessu. Stefnir í alvöru endasprettuna hjá okkur. Og þetta er mjög vel gert, enn og aftur eru HK að ná að halda boltanum á floti og finna þetta fínt færi fyrir Júlíu sem að skorar. Og svo kemur þetta skot upp úr þurru á gólfinu. Jóhann sér þetta bolta aldrei, steinleikur hjá honum HK-ni. Sex mínútur eftir, 1 marks munur. Selfyssingar eru heldur betur að hleypa þessu upp. Þetta skot svo framhjá þegar það skyndilega möguleika á að jafna metin. Og fín hreyfing og aftur er hann að skora. Nú er hann að jafna metin 23-23. Virkilega vel gert. Ekki langt síðan að HK leiddi með 5 mörkum en flott endurkoma hjá Selfyssingum rétt eins og í fyrri hálfleik og við erum aftur komin í jafnan leik 23-23, 5 mínútur eftir boltinn á línuna og enn er hann að verja frábæra varið hjá Jóni markinu. Rísa hluti af því að Selfyssingar er að koma sér aftur inn í þetta og hérna Róðar og Stillibur sótt geta skyndilega náð hérna foristunni. Fín rikking á línunni en finnur hann ekki og svo kemur þetta skot af gólfinu. Og Anton Breki er að koma Selfoss yfir og hvað hér, 2 víta brotti sem svo 2 víta brotti sem á hann Hákon Garra. Já, 2 mínútur á Selfyssingi hérna og HK fær hérna fína séns að koma sér aftur inn í. Þetta búið að vera erfiður tími núna hjá þeim, erfiður kafli ætla að segja. Þannig eru hérna í yfirtölunni. Hjörtur gefur sér tími í þetta og finnur línuna vel útfært hjá honum og hann er ekki langt frá því að verja þetta. Hann Jón í rammanum en að lokum nær Styrmir að finna leiðina fram hjá honum. Jafnari 24-24. Selfyssingar, sem segir manni færri, henda sjálfsögðu aukamann í sóknina. Þröngt færi. Eiginlega bara algjör óþarf að taka þetta færi af öllum færum og Jóhann Kúkóbad ver þetta frekar auðveldlega. Stendur bara með frá stönginni og étur svo þessa vippu. Opna hornið hérna, fínt færi og hann skorar. Miklu öryggjan Sigurður Jefferson.
Já, þessi brottvísun heldur betur búinn að snúa þessu Selfyssingar á einhverjum 8 marka sveiflu. Nei, fyrir ekki 6 marka sveiflu, ætlaði að segja. Höfðu úrkonum marki yfir, eftir að voru 5 mörkum undir rétt áðan. En HK búinn að nýta liðsmunum vel núna. Og hérna ver Jóhann Kugobat. Og HK fara rólega á stað. Þeir eru ekkert að flýta sér að reyna að nýta sér liðsmunum hérna. Selfyssingar núna komið með fullskipalið. Rétt að 2 mínútur eftir og HK getur skyndilega 2 marka forystu. Selfyssingar voru, eins og ég segi, rétt á hann. Komnir yfir, en þessi brottvísun fór illa með á. Þetta frábærlega gert hjá Hirti. Skilur boltan eftir sig þarna inn á línuna og Styrmir skorar og þetta gæti fyrir langlíðina með þetta. Selfyssingar snúa við hérna og taka leikhlé. Jájá, það eru 3 leikhlé í handbolta, þannig að þetta er bara hárrétt. Eitthvað þarf Carlos að gera til þess að finna einhverja töfralausnir hérna. 1 mínúta 43 sekúndar eftir og Selfyssingar 2 mörkum undir. Já, 3 mörk í röð hjá HK hérna. Kveikja aftur á sér. Það er mest á reyndi. Og tala hvað munaði miklu að hann Jón Þórarinn í marki Selfyssinga var að taka góða bolta hana og var stóri parturinn af því þeir ná að koma sér aftur inn í þetta. Þá er Jóhann Kugobat í marki HK núna búinn að vera að taka virkilega góða bolta og ég segi þetta aftur. Þetta fullir að þessi innkoma Jóhanns inn í HK-liðið áttur að gera ansi mikið fyrir þá. En við farum aftur að staða hérna hjá okkur. Boltinn á línuna gengur ekki. Þetta var full mikið óðagott og Jóhann nær svo að slá boltan út af. Og nú eru HK svo gott sem konum með þetta. Selfyssingar koma 2 frekar framalega. En opnast allt hérna og þetta er frábærlega klárað. Og þá er þetta búið, ætli að fullyrða Selfyssingar 3 mörkum undir. Og reyna að finna hérna einhverja opnun en frekar hagaði varnarleikur á HK og tíminn einfaldlega gengur. Þetta er nú línuna en þeir ná ekki valda á bolta og HK væntanlega fara bara í eina rólega sókn, reyna að stilla upp og fá eina góða sókn út úr þessu viðbót. Hérna er þetta stilaði boltanum, keyra upp hraðan hérna og gott skot, já. 27-25 og Halldór Jóhann Sigfússon tekur leikhlé fyrir HK. Það eru 16 sekúndur eftir, lögum tíman hjá okkur. Væntanlega aðeins fara yfir að hvernig menn bregðast við því að sem verið að klippa út 2 hérna. Það þarf ansi mikið að gerast ef að Selfyssingar er að koma sér aftur inn í þetta en við höfum svo sem séð hótrúlega hluti í handbolta en þetta er kannski eins og segir meira
trix hjá Dóra að æfa að bregðast við þessum stöðum. Já, við erum klári að klára þetta. Hjörtur missir boltan frá sér en nær valdanum aftur og Jóhann hjálpar hérna, losar hann svo áfram og eftir vel klára. Já, Júlíus klárar þetta endanum og því þegar á lokatölur 28-25 HK í Veil. Voru með frumkvæðið nær allan leikinn, Selfyssingar gáfust hins vegar aldrei upp en HK að lokum kannski svona sterkari aðilinn og svona aðeins agaðri í sínum leik. En já, kíkjum þess að tölfræðan áður en segjum það gott, annars minni ég á að á morgun eru síðustu 2 leikir mótsins. Klukkan 12 á morgun þá mætast á Selfoss og Þór í bronsleiknum og klukkan 2:30 mætast á KA og HK í úrslitaleiknum. En hérna sjáum við markaskorarinn hjá HK, Hjörtur Ingi, markastur ásamt Júlíusi báði með 6 mörk. Hjörtur Ingi skoraði eins og segi 5 mörk mjög snemma leiks. Náðu svo 1 mörki undir lok fyrri hálfleiks en ekkert í þeim síðari. En hann átti enga sér mjög góðan leik, bæði varnarlega og svo var hann ekki að mata liðsfélaga sína. Kári Styrmir og Styrmir Sigurðsson, allir með 3 mörk. Leó Snær með 2 mörk áður en hann fekk rautt spjald fyrir að skjóti andlit markmannsins í vítakasti. Sigurður einnig með 2 mörk, svo að Benedikt Kristófer og Tómas allir með 1 mark. Í markinu var Jóhann Kukubat 9 skot í seinni hálfleik, mjög góður og þar áður var Róbert með 5 varinn skot í fyrri hálfleik. Hjá Selfyssingum, það var Tryggvi Traustason markastur með 5 mörk, Jónas Karl með 4, Patrekur Valdimar báði með 3 mörk. Svo var Hannes Alvaro og Hákon báði með 2. Jason, Anton og Guðmundur allir með 1 mark. Í markinu varði Alexander Hafkelsson 5 skoti í fyrri hálfleik en Jón Þórarinn átti 7 varinn skoti í þeim síðari. Og kíkjum þá á tölfræði liða. Eins og sjáið 28-25 sigur HK með örlítið betri skotendingu, 68% gegn 66%. HK skorar úr 1 víti, Selfyssingar hins vegar úr 2, þeir klikkuðu 1 víti. En sjáum að HK skora mest 5 mörk í röð þegar þeir koma breyta stöðin úr 1-0 í 5-1 og það var líka mesta fórustan hjá þeim þegar þeir reyttu með 5 mörkum, 21-16. HK mest í fórustu 20 mínútur, Selfyssingar í næstu í mínútu. Tapaði boltarins var fleiri hjá Selfyssingum sem að kannski við þessi stóri munurinn á liðunum. En annars þá ætlum bara að fara að segja það gott og minni aftur á leikina morgun. Selfoss Þór klukkan 12 og HK Káa klukkan 2:30. Fritt inn í Káamilið og fritt inn á Káa TV. En annars heiti ég Ágúst Stefánsson, þakka fyrir samverðin dag og þakka Stefáni Jóhannssyni fyrir aðstöðuna og segi bara einfallega takk í dag, bless bless.